Nú bara komið í að leikdegi og bara sólarhringur í fyrsta leik. Já, það er að styttast í þessu og við erum komin inn í höllina til að taka lokaæfinguna, þannig að þetta er svolítið að raungerast sem er bæði spennandi og skemmtilegt. Og talsvert svona, nýtt fyrir marga hérna? Já, þetta er ábyggilega bara það að koma inn í þetta hús hefur ábyggilega verið ákveðin upplifun, sko. Þetta er glæsileg höll sem við erum í hérna og það er að fá reynslu út úr þessu alveg klálega og hérna er að upplifa eitthvað sem að mun skilja okkur eftir sig og það er svona það sem við stefnum að gera á morgun. Það er aðeins Þýskalandsleik, þið spiluðu við þar í fyrra, eða Þýskaliðið í fyrra og það gekk nú ekki sem best. Nú eru þið að mæta þeim á heimavelli og svona það er ýmislegt sem þurfa að varast til þess að missa kannski ekki leikinn svolítið út úr böndum strax. Já, það er engin spurning. Þetta er svona nokkurn veginn svipað lið og við spilum við í Austurríki í fyrra, nánast sama lið, öflugt og hérna vopnabúrið er ansi fjölbreytt og mikið og hérna við þurfum auðvitað að mæta þeim bara fullu. Þetta er ákveðin risi sem við erum að vera að keppa við og við þurfum að þora að fara í hann, við þurfum að fara í hann endurteki þó það sé sárt og þó það muni reyna á, þannig að þetta snýst svolítið um hugrekki og það að láta í raun og veru láta ekki eitthvað rautinn að koma til hluti hafa mikil áhrif á sig. Þetta er bara leikur sem við ætlum að reyna að njóta, þó það sé voðalega auðvelt að segja það, við ætlum að reyna að njóta þess að vera hérna og fá eins mikið út úr honum á eftir. Og en svona hvað ber helst að varast í þessu Þýskalið? Það er massíft, þetta eru margir leikmenn, hann hefur úr svolítið svona stórum hópi að velja og hefur nýtt þann hóp mjög vel í undanfarna leikjum. Við erum búin að horfa á þessa 6 leiki sem þeir eru búin að spila núna í haust og það er svona verið að rótera vel hjá þeim. Þær eru auðvitað rútínuraðar, þær eru búin að vera lengi saman og hafa svona verið að bæta þessi í vopnabúrið. Þeir eru að spila til dæmis það sem er nú í tísku í dag, sérstaklega í Þýskalandi, að vera með enga línumenn. Þannig að við þurfum að nýta aðeins daginn í dag að undirbúa undir það og reyna að finna lausnir gegn því og auðvitað öllu hinu sem þær eru að bjóða upp á. Þannig að þetta er sterkt og rútínurað lið sem við erum að fara að spila við og við vitum það vel.